Þú ert að hlusta á sportþáttinn Mánudagskvöld með gesti frá Hæli. Já, sportþátturinn með ykkur hérna á þessu mánudagskvöldi, klukkan orðið 9:22. apríl á þriðjudegi. Venjulega erum við hérna á mánudagskvöldum en í gær var 2. apríl og ég ákvaði bara að njóta páskana líkt og margir aðrir og nú er ég komið á línuna meistarann í Model Fitness, það er Kari Lind Thomsson. Komdu, blessu og sæl. Já, sæli blessaður. Hvernig hefur það? Ég hafi bara óbúslega gott. Eru til hamingju með frábæran árangur í keppninni? Já, takk fyrir það. Þetta er nú ekki þín fyrsta keppni? Nei, alls ekki. Þetta var mín 9. Já, þegar maður fór að skoða aðeins feriliðinni þá ertu engin nýliði í þessu? Nei. Hvernig stóð því, kannski spyrja fyrir þá hlustnir sem vita ekkert við hvernig við erum að tala, hvernig stóðu þú byrjaðir í fitness? Það var nú bara þannig að ég var að skoða myndir eftir nóvembermótið 2011 og hugsaði nú bara með mér að ég gæti þetta nú alveg. Já. Það var nú ekkert flokknar en það. Og þá stökkstu bara til? Já, ég fór bara strax í undirbúning í nóvember og mætti á mitt fyrsta mót páskanið mitt og var svo andskoti heppin að ná að fyrsta sætinu á mínu fyrsta móti. Já. Og þú ert hérna, kannski við förum í gegnum keppnina sjálfa, þá ert þú, hvað kallast það, overall winner eða svona yfir? Já, heildar sigurvegar allir keppninni. Og það er keppt í nokkru flokkum. Já. Og hvað er þetta margir flokkar? Þetta eru orðnir 6 flokkar, það er þess að bæði master og junior, þess að 35 ára eldri og svo upp í 18 ára, þess að 16 til 18 ára. Og svo eru, 4 hæðaflokkar þar inn á milli. Já. Og þú ert í hvaða flokki? Ég er í -171. En hvernig er svona, venjulegu dagur fyrir að vera svona að keppa í Model Fitness? Ertu í ræktinni bara allan daginn eða? Þetta í undirbúningnum? Já. Nei, það er nú ekki svo gott. Þetta er 6 daga vikunar og svo þegar er orðið stutt í móta þá er ég 2 sinnum á dag. Þess að mótmanna og svo seinni partinn. Já. Og svo er þetta bara að borða hreina fæðu og svo þetta er aðalega að passa hvað fyrir ofan í mann. Já. En hvernig eftir svona mót, nú náttúrulega farið þið beint í páskana, er það ekki bara að opna öll páskaeggjin sem hægt er að opna í öllum búðum? Já, það er í flest skiptin. Ég er nú ekki svo heppin. Ég fekk 2 daga þarna til þess að sukka aðeins. Já. En ég er með þetta undirbúið mig fyrir EM núna sem er miðjan maí, þannig að ég er bara aftur komin í hreina fæðið og æfa til þess að dag. Já. Og hvenær keppur þú á EM, segirðu? Þetta er 14. til 19. maí. Og er þarna út á Spáni. Þannig að það er voða lítið hvíld. Já. Það er ekki hvíld fyrir henni í, byrjun júní. Ég fer á Olympía líka þarna í byrjun júní. Og þá fæ ég loksins hvíld. Já. En það eru, áhuginn fyrir þessar íþrótti búin að vera gífurlegur, eða svona að það eru rosa margir sem eru að byrja að taka þátt í Model Fitness. Já, það er nefnilega svo ánægilegt með það. Það er svo mikið vakning á að lifa heilbrigður lífstíl. Þetta er raunin bara vakningin á því að þú getur val það að vera fitt og flott. Já. Og margir sem vilja að þetta sína árangur sem það eru búin að vera dugleg. Og þetta tal sem hefur verið mikið það að þetta sé óheilbrigður lífstíl, hann virðist vera að fara símingandi? Já, þetta er nú bara allt annað heldur en óheilbrigður lífstíl. Við erum að borða hérna hreina fæðu allan daginn og bara nammi einu sinni í viku. Já. Og þetta er í rauninni bara, mjög heilbrigður lífstíl. Já, ég get að segja það. En það er alltaf fólk sem fer út í öfgar sem er bara fólk sem er ekki að hlusta á þjálfarnýsuna. Og það auðvitað enda með vitleysinu og það er yfirleitt hæðstu raddirnar það sem að fer út í þá sem fara út í öfgarnar. Já, sem að ganga þá langt. Já. Er það þá mest megnis út af fæðu eða? Já, bara ofkeyrsla. Já. Maður finnur það svolítið þegar maður er búin að vera svona lengi í þessu, leiðum maður finnur maður er fann að ofreyna á sig að þá á maður bara hvíla. Já. En hvernig er svona hérna, eins og nú ert að fara á EM og hvað ert að keppa núna til dæmis oft á ári? Þetta er að fara alveg, þetta eru cirka
3 alveg upp í 5 mót sem að ég að taka ári. Á seinasta ári tók ég 5 mót. Núna ég bara búin að setja stefnuna á þessi 3. Veit ekki alveg með stefnuna í haust, hvort að ég kem aftur inn. Já. Og tekur kannski pásu? Já, ég hafði hugsað mér það, en svo það er svolítið erfitt að standa á hliðarlínunum. Maður veit aldrei hvort maður skellir sér í formið og skellir sér á Norðurlandamót sem að verður hérna heim á Íslandi á þessu ári. Svo þetta náttúrulega svolítið mikið ferðalag eða ekki, að þetta er væntanlega svolítið dýrt að ferðast, að fara út að keppa. Það er það. Og þannig þið þurfum alltaf eða ekki svolítið mikið að hafa fyrir því að leita ykkur eftir styrktaraðilum hverju sinni. Já, styrktaraðilum þannig sé ekki mikið að sponsa út. Ferðirnar úti, en það skiptir samt rosalega máli að hafa góðar hendur sem að hjálpa á staðum. Leður maður komið góða styrktaraðila sem að sjáum svona flesta kostnaðum hvað var undirbúningin, að því meiri pening getur þú lagt til hliðar til þess að geta farið út að keppa. Já. Og þetta bara margt smátt gerir eitt stórt. Maður alltaf að leggja eitthvað til hliðar til þess að geta farið út. En þú ert að þjálfa eða ekki líka? Jú. Ég hérna í tími með Midgard Fitness og ég með hérna Margréti Gnarr og Bjössa kærastan minnar. Já. Og við bara að fara á fullt í keppnisþjálfun núna og eins með almenna fjárþjálfun. Já. Og fjárþjálfun þá fyrir hvern sem eða þetta bara fyrir þá sem að keppa í íþróttinni? Nei, það getur hver sem komið og skráð sig til okkur. Við með nokkra pakka í gangi. Það sem sagt almenn fjárþjálfun sem bara sér sniðin eftir þínum þörfum og svo við líka með keppnisþjálfun fyrir svona fitness íþróttafólk. En hvernig stefna þín svona í þessari íþrótt? Þú náttúrulega stefnir væntanlega því að vera bara vinna við þetta, það ekki sem atvinnumæður eins og Margrét? Jú, algjörlega. Það markmið. Það alveg draumurinn að geta komið hafðar og geta lifað almennilega á þessu. Já. Og við Íslendingar kannski áttum okkur ekki stundum á hvað, þetta vinsæl íþrótt úti og meðal annars sem að fer bara eins og líka við síðuna hjá þér, þá ertu með næstum 6.000 manns. Já. Sem að fylgjast með þér. Já. Þetta mjög vinsælt úti og enda verða mótin bara stærri og stærri. Það eins og bara núna þegar við fórum að HM að þá voru 32 í flokknum mínum og bara í mínum hæðaflokk og þetta bara rosalega mikið af flottum og efnilegum stelpum allstaðar á heiminum. Fáið þið ekki alveg fullt að skemmtilegum ástarbréfum? Jú, það kemur stundu fyrir og maður fær alveg ýmis skrautleg bréf allstaðar á heiminum. Já. En hvernig svona, fyrir þá sem að spá í að byrja í Motor Fitness, hvernig best fyrir það að byrja? Það algjörlega að finna sér þjálfara sem að þeir geta treyst og lítið upp til og hlusta á þjálfara. Já. Þetta meira heldur en að segja. Þú ferð ekki bara í ræktina og ferð bara einhvað að lifta. Þetta mikið sem maður þarf að pæla í hvað stefna í gangi í íþróttinni, hvernig þarf að lifta og móta líkamanum, það þarf alltaf að vera í samræmi. Og þó ekki til minnst á mataræðið og köttið þá þarf að hafa niðurskurinn alveg á hreinu. Já. Og svo þarf þetta að taka þessi póstnámskeið ekki? Jú. Það einmitt alveg, það ekki nóg að koma bara með hörkuflotta líkama. Þú verður að læra að pósa líka og gefa af þér á sviðinu. Það alveg númer 1 og 3. Maður komið svo margar stelpur hætta bara sæti bara því þær eru svo flottar á sviðinu í framkomi. Já. Og það gefur rosa mikið eins og stigum. Hvernig til dæmis dæmt í keppninni? Það sem sagt dæmt eftir heildarútliti, eftir samræmi og vöðvaskurði, en það líka dæmt eftir í bara hvernig þér líður á sviðinu. Ef þér líður illa á sviðinu, þá sjá dómararnir og þeir geta ekki gefið mörg stig fyrir það en þér líður ekki vel á það. Já. Þannig að þú ert að byggja upp mikið svona andlega hlutan. Já, það bara við laða svolítið að sjálfströstinu. Ef þú kemur með flottan skrokk og hreyfingar og sjálfströst á sviði þá ertu í góðum málum. Áður en þú byrjaðir í fitness, varstu þá í einhverju annar íþrótt? Ég hef alltaf verið mikil íþróttakona í gegnum árin var mikið í fótbolta og blaki og svona réttu áður en ég byrjaði í fitness þá var ég að keppa í motocrossi. Já. Þannig að þú hefur verið mjög mismunandi íþróttum. Já, ég algjör bara elska íþróttir, elska að hreyfa mig og hafa bara helst mikið fyrir stafni.
Og þú hefur fundið í þessu en nú ertu mjög ung og hvað getur við verið lengi að í þessari íþrótt? Maður getur verið í þessu sem kvenmaður myndi ég segja, ég geti verið í þessu alveg til 60. Já. Þannig ég og nógu eftir. Já, bara nýbyrjuð. Kannski ekki bikini fitness, ég myndi þá kannski færa mig upp í vennilega fitness fyrir það. En svo keppt er það ekki úlingaflokku og fleira í þessu? Já. Og eru margar efnilegar að koma upp hérna á Íslandi? Það eru mjög margar efnilegar. Svo sem að vann úlingaflokki núna bara páskana, Rakel Rós, hún er mjög efnileg og bara því fyrr sem þú byrjar því meiri vöðvaþroska getur þess að safnað upp og meiri fyllingu og við erum mjög margar efnilega stelpur sem að eiga alveg heima úti á sviðunum þar sko. Já, náttúrulega. Kari Lind, fyrir áhuga sama sem vilja kynna sér þjálfun hjá ykkur, hvernig geta það nálgast ykkur? Herru, það er bara að senda okkur post á midgardfitness@gmail.is eða að einfallega kíkja á Facebook heimasíðun okkar og von bara munum við opna almenna heimasíðu þar sem fólk getur kynnt sér aðeins okkur. En endilega kíkja á Facebook síðuna og skoða upplýsingarna þar okkur. Gætið þið sett upp æfingaplan hérna fyrir mig út í fjósi? Það var ekkert mál. Já. Þú þarft ekki endilega að hafa líkamsræktarstöð til þess að æfa. Það getur búið til úr öllu. Jæja, þá er best að fara að hafa samband við ykkur. Endilega. Kari Lind, þakka kærlega fyrir að gefa okkur tíma og við heyrum seinna mér og gangið sem allra besti á EM. Já, svona í lokin, það eru fleiri, þú ert ekki eini keppandinn? Nei, það eru mjög margir keppendur að fara núna. Í bikinifitnessinu verða ég og Valdís, þetta sem er í þjálfun hjá Jóa eins og ég. Já. Svo eru einhverjir í fitnessinu, Linda Jóns, vonandi Guðrún Hólmfríður og Elma Grettir. Já. Það er fullt af flottu fólki. Nákvæmlega. Við munum að sjálfsögðu fylgjast með þessu og bestu þakki fyrir að gefa okkur tíma. Já, takk hérlega fyrir mig. Þess. Takk. Já, þau eru að fara að koma sig hérna fyrir bronsverðlauna hafa frá Norðurlandamótinu í hópfimleikum hérna eftir smá stund, þannig að það er ekki langt, hlustuðu góðir. Þú ert að hlusta á sportþáttinn Mánudagskvöld með gesti frá Hæli. Mikið úrval af fallegum vörum í